Komið sælir kæru hrútar. Í dag ætlaði ég að kíkja aðeins á ný spil sem ég á og sem eru talnaspekispil. Tek það fram að ég er ekki talnaspekingur og hef eiginlega ekkert mikið vit á slíku, en það eru góða leiðbeiningar með spilunum. Mér datt í hug að ég gæti nýtt þau fyrir ykkur. Þetta er sem sagt bara hugsað sem einhvers konar leiðbeiningar eða input á góðri íslensku í það sem að þið eruð að fást við og gæti vonandi hjálpað ykkur á einhvern nátt eða fengið ykkur til að hugsa hlutina frá öðru sjónarhorni eða eitthvað slíkt. Þið fáið töluna 53 og þetta spil heitir Kirsuberjablómi, eins fallegt og það nú er. Og hér stendur kirsuberjablóman að hann er tákn endurnýjun og alltaf viðkvæma í lífinu. Kirsuberjablómar tala líf og gleði og hamingju og meðan þeir eru í blóma þá er ákveðin hátíð eða ákveðin ritúal hjá Japönum að gleðjast undir kirsuberjatrjánum, eitthvað sem þeir kalla hanami, sem þýðir bara hreinlega að horfa á blómana eða fylgjast með þegar kirsuberjatrén blómstra. Kannski blómstraðu þau ekkert lengi, ég veit ekki alveg með það, en mér finnst það líklegt að það þurfa að njóta þeirra á meðan þau eru í blóma. Skilaboðin eru að það veltur svolítið á þér og hvernig þú horfir á stöðuna þína eða verkefni sem þú ert að fást við, hvort þú sért að horfa á jákvæðan eða neikvæðan hátt. Því að hér er möguleiki á því að hlutirnir fari vel og líka að þeir fari ekki eins vel. Það að þú hugsir jákvætt stöðuna getur haft úrslita þýðingu. Og þetta spil kemur inn á peninga, gæti tengst viðskiptalífinu. Það er verið að gefa hérna í skyn að þú ert að öllum líkindum góður eða klári að díla við peninga. Kannski vinnur með peninga annara í bankageira eða fjármálaráðgjöf eða einhverju slíku. Ef til vill ertu bara góður að ráðstafa þínum eigin peningum. Og kæri hrútur, áfram er talað hér að þú þarft að halda jákvæðu viðhorfi til peninga og ekki hugsa hvort eða hvenær þú gerir mistök eða þér fattast flugið eða neitt slíkt. Bara hugsa að þetta gangi vel og það er mjög mikill styrkur eða kraftur fólginn í því að hafa trú á sjálfum sér. Með því að tala sig niður eða hugsa neikvætt getur eyðilagt fyrir sjálfu þér. Þannig að hvort vilt þú? Síðan er hérna svona smá lokaskilaboð. Ef þið vantar aðstoð eða finnst þú þurfa hjálp á þessum tíma, þá getur þú nota liti þessa spils og liti kirsuberjablómans. Það er að segja alls konar bleika liti og ópal, og ég held að ópal er ópall ekki bara svona einhver tegund af hvítum
Það er að segja ekki alveg hvítur en svona perluhvítur eða eitthvað slíkt. Hvítur, ljósbleikur. Einhvers staðar mitt á milli. Kannski er ég að segja einhverja vitleysu. En mér finnst það einhvern veginn þegar ég horfi á litina á þessum fiðrildum sem eru hérna á spilinu. Og hafðu auga með tölunni 53. Nú eða þá tölunni 8 því að 5 + 3 eru 8. Gæti líka skipt einhverju máli í pælingum þínum. Ok. Óska þér alls hins besta. Ljós og kærleikur.